Góðan daginn. Herðu, ég ákvað bara að henda í einn podcast þátt í viðbót. Þessi númer 3. Ég heiti Sveina og ég er Sveina Björk sem er á bakvið Sveina Björk handlitað garn. Ég er Sveina Björk á Instagram og ég rek einnig litla gatverslun hérna heima sem heitir Garn í gangi. Já, ég sagði heima hjá mér. Ég kannski segja betur frá því eftir. Nei, ég ætla ekki að segja meir frá því eftir. Ég er búin að gera vídeo garn í gangi sem er á YouTube rásinu minni. Þannig að ef þið viljið kíkja á það. Ég er í Poet peysunni minni. Dásamleg peysa eftir finnskan prjónahannuð sem heitir Sari Nordlund og ég prjónaði þessa peysu í fyrra vor þegar ég bjó í Bretlandi. Var það ekki örugglega í fyrra vor? Tíminn æði svo áfram. Meira að segja 2020 búið að æða áfram. Og garnið sem ég notaði er Tuko ull sem er líka finnsk ull. Nú svolítið hérna hrjúf en ekkert sem ég þoli ekki, en það þoli ég alveg svona ullar ull, eins og maður segir. Já, hún er úr fínbandi, prjónastærð 325 ef ég man rétt. Og ég elskaði hverja einustu lykki og ég er ekki að ýkja. Eina sem ég hefði kannski viljað hafa öðruvísi, mér hálsmálið pínu vítt. Ég hef séð fleiri tala þetta með hérna prjónahönnuði að þegar peysurnar eru komnar upp í ákveðna stærð og ég þarf alveg fyrir hérna þessar og þarf ég alveg sæmilegt utan yfir mig og þá er eins og hálsmálið víkki bara víkki. Ég skilji hvað ég á við. Það kannski fer betur á þeim sem þurfa minni stærðir. Hálsmálið þeirra að segja. Peysan fer öllum, jafnvel, alveg sama hvaða stærð. Og það er svona 3/4 ermar. Maður á að geta bretta þær hérna aðeins upp. Haft þær ennþá styttri. En hérna, viss þessi ermar sýtt bara fín. Ég fæ stundum þessa tilfinningu að vilja toga þar aðeins niður en hérna þá togast handvegurinn of mikið út í leiðinni og hálsmálið sem megin. Þannig kannski bæti ég bara við ermarnar. Ég á meira garn til þess. Eða bara ekki. Þetta verður bara svona hefðbundinn þáttur eins og hinni tveir og maður reynir svona, maður apar pínu eftir hinum að ég er með verkefni sem eru kláruð, ég er með verkefni sem eru í vinnslu, ég er með verkefni sem eru kannski framundan og svo finnst mér svo sniðugt hjá henni Helgu upp á Akranesi, hún er með það sem datt í pokann og ég hef alveg búin að vera með hugan við það síðan ég byrjaði, en þú veist, það er náttúrulega datt heil gatverslun í pokan hjá mér hérna þegar ég var að byrja, þannig að ég hef ekkert verið að, jú, ég er svo sem verið að tína það til, þessi fest þar. En ég ætla að byrja á þessu núna, af því þó að ég reki hérna miniatúr gatverslun á ganginum heima hjá mér, þá er ég samt alveg að kaupa garn líka, annað. Það bara fylgir, það er alltaf eitthvað nýtt spennandi sem mann langar til að prófa. Og svo sýnist mér að vera bara nauðsynlegt að vera með eitthvað að drekka. Og ég skil alveg af hverju. Og það sem ég er með að drekka það sama og ég er búin að vera að drekka undanfarið á þessum tíma dags er jólateið frá Yogi. Það er dásamlega gott. Kryddað og spicy. Og svo set ég svona 1-2 dropa af mandarínuolíu út í
og þetta bara dásamlegt. En heyriði, eigum við að byrja á klár. Þau eru 2 eða 2, 1,5. Ég segi 1,5 af því að ég bara búin með 1 sokk. En ég búin að fitja upp á seinni sokknum, eða fyrri sokknum eins og einn sagði mér að segja. Og er ekki hálfnaverk þá hafið þær, ég heyri það einhversstaðar. Þannig að nú á ég 3 sokka á prjónunum. Ég er með Poet sokkin, ég er með haustsokkin minn í sokkaklúbnum og með jólasokkin í sokkaklúbnum. Og þetta er hann. Það gerist ekki mikið jólulegra. Það er eitt sem ég fattaði ekki að gera og ég ætla að gera það í fyrri sokknum, af því ég á fyrri sokkin eftir, er að í sumarsendingunni kom svo fallega gulur með og það er smá afgangur á honum, veit ég, sem væri fallegt að setja í miðjuna á jólastjörnunni. Ég ætla að gera það í fyrri sokknum. Og fallegt munstur ofan á. Það tafði nú aðeins fyrir mér, fannst mér, því ég er svo gaman að bruna áfram með sokkanum, en þetta er rosa fallegt og ég sé ekkert eftir að hafa gert það. Ég var ótrúlega fljót með þetta, ég var bara eina kvöldstund með þetta. Mjög ánægð með það. Og já, ég þarf bara að drífa mig með fyrir sokkin, svo ég eigi par jólin. Og já, hitt klárið mitt er, ég held ég hef ekki verið, nei, ég var ekki búin með hennar síðan, er Love Note peysa mín. Og ég er ekkert að ýkja þegar ég segi að ég er búin að vera í henni, held ég daglega síðan ég kláraði hana. Hún er ótrúlega kósí, hún er bara akkúrat það sem ég vantaði og ermarnar geggjaðar svona. Þið sem þekkið Love Note peysuna eftir Tin Can Knit, þið vitið að hún er alveg kroppt og hún er með frekar stuttar ermar, en ég ákvað að gera hana síðari og með alveg síðar ermar og ég fór með 10 hespur af Sileo frá Holst. Mögulega hefði ég gjarnan vilja kannski taka 11 hespur, gera hana örlítið síðari, en þá væri hún ekki eins flott utan við kjóla eins og hún er í þessari síð. Þannig að kannski þarf ég bara að gera aðra. Peysan er gefin upp fyrir prjónastærð nr. 6. Ég byrjaði, hún er prjónuð þannig að maður byrjar bara hér, maður gerir hálsbreiðinguna, já, maður gerir það eftir á. Þannig að ég byrjaði á prjóna héðan og niður á munstri á prjónað 4,5. Munstri gerði ég á prjónu nr. 5 og svo skipti ég yfir á 6 fyrir vikið og kemur hún örlítið þrengri uppi, hálsmálið passa betur og munstrið er ekki eins rosalega gisið. Sileo-garnið er blanda af, já, ég skil núna hvernig maður þarf að vera með nótur. Það er blanda af alpakka og merino, ég leiðrétti hérna undir ef þetta er ekki rétt hjá mér, og 9% polyamid. Eins og hún nökrar örlítið, sé ég, enda ég er náttúrulega búin að vera í henni stanslaust. En ég á eftir að hreinsa hana almennilega. Ég ætlaði að gera það og sýna ykkur svona muninn fyrir og eftir, en ég á ekki nógu góða græði í þetta. Mér finnst þessi rífa svolítið í. Þetta er náttúrulega bara eins og sandpækir, sko. Keypti þetta á einhverju prjónasýningu úti. Þetta átti að vera svo frábært. En já, ég finnst hún
rífa svolítið í gatnið. Þannig að ég byrjaði aðeins að hreinsa smá hérna, en svo sá ég að þetta var ekki að ganga og ég þarf að fá mér með hverju mæliði. Ég sé að fólk á svona hérna vél sem næst eins og hérna rakvél. Er það kannski málið? Segja mér hverju þið mæli með. Ég er mjög spennt og já, ég þarf að fá mér svoleiðis græju. Svo eru það verk í vinnslu. Ég er náttúrulega með fyrri jólasokkin í vinnslu. Ég er með aðventuprjónið mitt í vinnslu og ég er hérna með jólagjafaprjón í vinnslu. Ég hélt ég næði svona meira með, munið þið, þegar ég ætlaði að prjóna, klára alla sokkana sem ég á með, en ég er bara ekki náði því að þegar maður ákveður að prjóna sér teppi úr mini hestbónum sínum sem er metr á breidd og verða 2 metrar á lengd, þá gerir, ég sýndi ykkur það á röngunni, og það er líka fallit á röngunni, þá gerir kona ekkert mikið meira heldur en að prjóna í þessu. Svo er ég að hamast í jólagjöfinni og búin að gera eitt sokk og ætla að klára hinn sokkinn með jóla, en svo veit ég hvort ég næ nokkuð að gera meira fyrir jól. En það er alltaf leið sko, þetta er ekki að fara neitt frá mér. Ég er með jóladagatalið frá Vivid Wool og þetta kemur svona innpakkað í svona umslag sem hún Hafdís hefur saumað saman og við erum greinilega með svipaðan smekk á maka sínum því að ég sé að hún er að pakka þessu inn í pappír sem kemur með flómaka sín. Blað sem ég elska og hérna mæli með að tjekkið á. Ég hef náttúrulega átt að vera með eintak hérna og sýna ykkur, en ég seti eitthvað hérna og sýna ykkur og þetta var hespan í dag. Yndislega falleg og romantísk og ég nefndi ekki að handvinda hana núna í dag, það var ekki að gera hjá mér í morgun. Ég var að pakka hérna, klára að pakka áramótahespunni til að hún komist að stað, þannig að ég bara skellti henni svona og ég er rétt byrjuð að setja dag 10 í. Ég er að prjóna þetta á prjónastærð númer 4,5. Ég er að halda með Holst Titicaca og mér sýnist á öllu miðað við það að ég sé að byrja á degi 10 núna að 4 50 gramma Holst muni duga mér til að fara hérna í allt teppið með öllu hérna þið vissuð að þessara vefjagigt fylgir heilaþoka og hún er bara mega mikil núna. Ég ætla aðeins að stoppa. Ég er komin aftur. Þið náttúrulega taka ekki eftir neinu, en ég tók eftir þessu, ég bara varð að stoppa því að það bara heilinn á mér tæmdist. En sem sagt, prjónastærð 4,5. Ég er að halda með gráu Holst Titicaca sem er 100% alpakka, þannig að þetta verður alveg sjúklega mjúkt og kósí. Hesburnar eru 20 grömm og þetta er uppskrift af sjali sem heitir Dust of Snow.
sem sko frekar mjótt og langt sjal. Ég ákvað að breyta aðeins af því mér langaði teppi. Ég fjölgaði lykkjunum helming og þetta verður þá cirka meter á breidd, kannski blokka ég það aðeins á breiddina og samkvæmt munstrinu þá hélt ég myndi þurfa að minnka hvert munstur miklu meira heldur en ég gerði. Ég minnkaði eina garðarönd, sérst eina umferð fram til baka og ég næði samt að láta 20 gramma hespuna duga og þetta eru afgangarnir af hverju hespu. Ég meina, þetta er ekki neitt. Pínu lítill afgangur af hverju hespu. Það er gaman að vigta þegar ég er búin og sjá hvað afgangurinn vigtar mikið. En þetta er sem sagt aðvenduprjónið og þetta á hugminn allan núna. Þetta er svolítið í forgang að klára þetta og það er bara eftir hvernig dagarnir eru hjá mér, hvað ég næ langt. Það er eftir að sagt hvenær ég næ að klára og svo tekur annað prjón við. Ég gæti þurft að fara að svissa aðeins áherslunum hjá mér svo ég lendi ekki í vandræðum með þessa beysu að ég byrjuð á stroffinu og þá á ég bara eftir að gera hálsmálið og ermarnar. Og þetta er ótrúlega frjótt prjóna. Þetta er á prjónu númer 4,5. Ég er að nota gafl frá Sanders alpakaull, keypti einhvern veginn í sumar á þegar var útsala í Hagkaup og liturinn heitir ekki neitt en hann er númer 2355 ef einhver hefur áhuga og ég set hérna undir hvaða uppskrift ég er að nota. Þessi verður mjög fín og herraleg svona. Það verða svona skemmtilegar olnbogabætur á ermunum. Og já, þetta er það sem ég er búin að vera að vinna í og þá er spurning hvað datt í pokann minn. Helga, má ég stela þessu? Datt í pokann? Datt í körfuna? Finnst þetta eitthvað svo smart? En ég þarf ekki alveg að segja þetta svona. Það kom ein sending til mín. Hún mætti til mín 1. desember og það var þessi hér. Ég ætlaði að sjálfsögðu að prjóna þetta líka í desember. Þetta er sem sagt sjálfmynstrandi sokkar, aðvendusokkar og þetta eru 24 litarendur og hugmyndin er að þú sérst að prjóna á einni rönd á dag sem náttúrulega bara skildið en ég er svona að byrja þessu 24. des og prjóna til 7. janúar og þá á ég bara tilbúna jólasokka fyrir næstu jól. Ég held að það sé bara fín hugmynd og svo er þetta þetta þurfa ekkert endilega að vera jólasokkar. Þetta er bara svona aðvendu jólaprjón að sokkar, skiljið. Þetta er frá, hún heitir þetta er frá Cozy Knitter. Hún er í Kanada. Þetta er 80% merino og 20% nylon og þetta er 120 gram. Þannig að þetta verða flottir sokkar. Ég er ekki búin að ákveða hvort ég ætla að hafa einhvern annan lit í hæl, tá og stróf. Ég er ekki viss. Ég noti bara þetta. Alveg.
sérst í allan sokkinn. Þannig að þetta mætti 1. des. Ég var eiginlega búin að gefa þetta upp á bátina, þetta næðist í tíma, enda fyrst ég hef hvort ég ekki tíma til að prjóna þetta, þá skipti það ekki miklu máli. Svo fór ég á netverslun hjá Eddu Lilju, Gabbúð Eddu, og sá að hún var að selja á útsölu restar af knollgarninu sínu. Og ég á svolítið af því, keypti í peysum sem ég ætlaði að prjóna mér. Ég skal setja mynd af peysunni. En svo bara einhvern veginn gugnaði ég. Ég fannst uppskriftin leiðilega flókin og svo sá ég að þetta var kannski ekki peysa sem ég væri að fara að nota mikið. Þannig að þetta knollgarn fer bara í einhverja fallega útprjónaða peysu og ég bætti við þessum hérna litum. Ég átti eina af þessum græna og nú á ég eina af þessum og eina af þessum mosagræna og svo á ég svona hérna gráan lit og svartan. Ég held að verði hérna, ég finn þessu garni gott verkefni. Svo náttúrulega er ég eins og fleiri að horta hérna tilraunaeldhúsið. Ég meina, Edda, hvað ætlar að vera margar tilraunaeldhúshespur? Nú er þessi nummer 8, þannig að maður áorði 8 truflaðar hespur. En hérna 8, 9 því að Kristín í Vatnsnesi kom náttúrulega með sko 2 mismunandi. Ég var náttúrulega að kaupa þær báðar. Það náttúrulega gefur augaleið. Þetta eru systrabrönd. Geggjaflottur. Og svo ein hérna svolítið jólasprengja, trönuberjasprengja frá Today I Feel. Þannig að, já, þetta bara fyrir skápinn góða. Svo langar mig að prjóna sokka á barnabörnin. Jólagjöfin til þeirra í ár. Við vildum ekki vera að kaupa neitt mikið dót handa þeim, þau eiga svo mikið dót. Og jólagjöfin í ár til þeirra er þess að keyptum bara góða og vandaða bakpoka og ég keypti Roka bakpoka í Bæjarbúð sem er í Hafnarfirði og í þá er ég bara að kaupa svona sitt lítið hverju sem myndi nýtast þeim bæði í hjóltúrum og í útilegu. Þau eiga hjólísi og svona, ekki barnabörnin, foreldrarnir. Þannig ég hafa búið að kaupa vatnsbrúsa og mér datt í hug einhver svona ennisljós. Ég var að panta frá sestrinni Gröne, vissuð, ég var að fatta að það er netverslun þar. Allavega. Ég pantaði fyrir stelpuna sem er að verða 9 ára. Þar pantaði ég svona hérna penna, vinkonu, vina, sett, eitthvað. Það verður gaman að dunda við það í hérna hjólusinu til dæmis. Og handa stráknum sem er 4 ára, þá pantaði ég einhverja svona bók, þar sem nú telur og finnur dýr. Og svo ætlaði ég að prjóna sokka og setja með hlýja, góða sokka í hérna í hjólísið. Og þetta gat mér líka frá Eddu Lilju, DK, sjálfmennstrandi. En ég er náttúrulega búin að sjá það, ég næ ekki að prjóna þessa sokka fyrir jólin, þannig ég ætla bara að setja hespurna með. Og svo geta þau komið til mín og valið með mér hvernig sokka þau vilja fá. Ég ætla bara að gera þetta svona. Já, svo datt í pokann
Helga, ég er alveg búin að stela þessu. Það sem ég náttúrulega, ég ætla að hafa smá úrval af bókum og svona í gaddbúðinni hjá mér og ég þarf náttúrulega að eignast eintak af öllum þessu bókum, er það ekki þannig? Þannig ég kom með nýja Pom-Pom blaðið, magasínið, blaðið, ég held að sé 4 eintök eftir, það kostar 3.200 og þetta blað er ritstýrt af Stephen West og Amy hjá LabIM Amey, já, og ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega litasprengja, þetta blað, og það er algjörlega geggjað. Svo var Pom-Pom að gefa út bók sem heitir Ready, Set, Raglan og eins og nafni gefur að kynna þá eru raglan peysur uppi, þú veist bara, í þessari bók og þær eru svo fallegar. Þær eru hver annari fallegri og þetta er eiginlega bara svona sjónir sögu ríkari. Þannig að ég mun pottþétt velja mér einhverja geggjaða hérna og setja á prjónana fljótlega. Svo er ég með þessa hérna bók. Já, þessi kostar 3.900 eða 3.950, mann það ekki alveg. Svo er það vettlingabókin eftir Guðrúnu Hanneli í Storkinum og bara Hanneli að þú ert að horfa bara enn og aftur til hamingju með þessa glæsilegu bók. Þessi bók er náttúrulega heimild í leiðinni vegna þess að hún tekur vettlinga sem hafa verið varðveittir og eru til íslenska vettlinga í textisafninu Blönduósi og gerir svona nýrri uppskriftir út frá þeim og þetta er svo fallegt, þessi bók. Ég er að sýna ykkur nærmynd af vettlingar sem heita Erla og því ég elska blúndu, þið að sjá þetta. En þessi bók er gull. Hún er á 5 og 1. Þetta er smá svona sölukynning í leiðinni en ég meina, það er bara þannig. Og ég held ég eftir eina af vettlingabókinni en ég get náttúrulega hæg heimatökina nálgast hana. Svo fekk ég þessa líka frá, kom ekki þessi líka frá Pom-Pom? Jú, Myths About Winter, mér búið langa lengi í þessa bók og lét verða það núna, en hún er uppselt hjá mér. Þannig að ég þarf að panta meira af henni. Þetta er sko ótrúlega falleg bók og ef þið farið inn á Ravelry þá getið þið séð uppskriftirnar sem eru í bókinni. Svo er ég með þessa hérna. Myths About Winter og líka 3.950. Svo er ég með þessa hérna. Prjónað á mig og mína eftir hana Lene Holme Samsø. Hún er búin að gefa út nokkuð margar bækur. Og þessi bara með þeim fallegri sem ég séð frá henni og þetta eru eins og titillinn gefur til kynna uppskriftir bæði á fullorðna og yngri kynslóðina og já, dásamleg bók og þessi er á 4 og 7 og á íslensku, það er búið að þýða hana. Svo er þetta hérna Line Magazine númer 10. Ég ásamt fleirum, veit ég, hoppuðu hæðmina loft næstu, geta nú ekki alveg, þegar ég sá að þeir voru að endurvekja Line Magazine. Þau sem sagt eftir blað númer 9, þá tilkynntu þær að þær væru hættar með útgáfu blaðsins en myndu halda áfram með að gefa út bækur og síðan gáðu þær út
bókina 52 vikur á sokkum eða 52 weeks of socks. Ég að horfa á hana í bókahillinu hjá mér. Og eru búin að gefa svolítið í bókaútgáfu og sem bara frábært því að allt sem það koma nálægt þessar stelpur, bara frá myndatöku og uppsetningu, viðtölunum sem þær að taka, þær eru með uppskriftir í blöðunum sínum og svo framvegis. Þessi blöð eru dásemd, algjör dásemd. Þetta blað kemur ekki út fyrir á morgun, offisíli. Þannig ég ætla ekki að fletta því og ég er ekki búin að fletta því sjálf. Og bara 10 fingur upptekur þess. Ég ætla ekki að opna það. Ég ætla ekki að lesa það fyrir á morgun. Það verður hátíðleg stund þegar ég fer að lesa það yfir á morgun. Þannig að þetta allt saman datt í pokann. Og kannski ekkert smáræði. En kannski á ég ekkert að verða að taka það með þegar búðin er að eignast svona sýnishorna eintök. En það nokkuð. Og gatt sem er að fara í jólagjafir. Eða þú veist, finnst það eiginlega ekki taka það með heldur. Hvað er framundan í prjóni hjá mér? Ég ætla bara að njóta þess að prjóna það sem ég er að prjóna núna. Ég fæ ekki að fitja mér upp á tvíbandapeysu á aðfangadag. Ég er ekki búin með sokkana sem ég ætla að vera búin með og verð ekki búin með þá. Og það eina sem ég mætti mögulega fitja upp á er þetta hérna, af því að ég ætlaði hvort þið er að prjóna þetta á aðvendinni. Og svo er ég sennilega búin að taka smá uppbeygi með peysuna sem ég ætlaði að gera tvíbanda, því að ég á ofboðslega fallegt kit frá Marie Wallin. Ég ætla að setja inn peysuna sem ég á kit af. Svo bara einhvern veginn gugnaði ég á að gera hana. Allt í einu fannst mér að hún yrði of snolluð á mig og miðað við svona tvíbandapeysu þá yrði hún bara of heit. En svo ákvað ég að breyta henni í gollu. Ég ætla að setja breyta henni í gollu og ég ætla örlítið að breyta litunum í henni. Hún er svolítið svona, hún er meira svona gul og beysuð í svona grunninn heldur en ég líkaði. Og ég keypti smá af gráu og 2 bláa tóna til að skipta aðeins út. Og ég sá líka að hún var sjálf búin að prjóna hana í svona aðeins blárri útgáfu og sem kom rosa vel út. Þannig ég ætla að gera hana örlítið blárri og ég ætla að breyta henni í golli. Ég held að muni nýtast mér miklu meira svoleiðis. Þannig að það verður einhvern tímann á nýju ári. En svo náttúrulega þetta bara halda áfram í því sem ég er með á prjónunum. Ég er með eina gollu á prjónunum. Ég er með peysukjól á prjónunum. 3 sokka. Og eins og svo er ég með peysu á dótturina á prjónunum sem hún er farin að íta eftir henni. Þannig að ég þarf að vinda mér í það þegar teppið er búið og jólagjöfin er búin. Þá hendi ég mér í hana. Það bara verður jólin. Annars er ég búin að vera að ganga frá áramótahöspunni í vikunni. Ég held að sé 3 ár eftir. Ég nefnilega ætlaði ekkert að lita meira af henni og lokaði fyrir pantanir 2. desember. Svo fannst mér svo hrikalega gaman að lita hana. Grunnurinn tók svo skemmtilega við. Liturinn heppnaðist svo vel miðað við myndina sem ég var með til fyrirmyndar. Og bronsið kom svo glitrandi flott út. Mér átti þetta svo ekta áramótahesp eitthvað. Að ég stóðst ekki til að, stóðst það ekki að lita meira. Fór bara og litaði
restina af grunninum sem ég átti í þessu. Þannig að ég bætti slatta inn á og þau tóku heldur betur við ykkur, ég held sér 3 ár eftir að því og ég meina sést náttúrulega ekki alveg glitrið hér. Ég veit ekki hvað er að gerast með mig. Þú veist, ég er ekki bleik kona. En þetta er bara með, ég bara valla að sé fallegri hesp. Skildi ekki. En svona í ganni þá hvað ég sýni ykkur hérna, þetta er 3. skiptið sem ég gef út áramótahespum og þær kom alltaf í tölusettum eintökum með handskrifaða miða. Og áramótahespan í fyrra, ég sagði þetta daginn minni, ég auglýsti að hún er dimm og drungaleg og þið veitum hvernig 2020 er búið að vera. Þið getur rétt ímyndað eitthvað hvernig 2021 verður. Það verður ekki aðeitt. En hérna er þessi elska. Ég ætla ekki að fara að kenna henni hörmungurnar 2020. Það er alpakka í þessari, eins og kannski sést. Og alveg ótrúlega falleg sko. Hrikalega mjúk. Fyrirgeðu, ég ætla ekki að vera kenna þér það er alpaka og kasmir í henni. Þú veist, þvílíkt splæs var þetta hjá mér í fyrra. Það er 80% merino, 10% kasmir og 10% nælon. Hún er algjörlega styrlu. Ég er náttúrulega tíma ekki að nota mínar hespur. Það er bara þannig. Þær eru bara sattgripur. Í þessari er 70% merino, 20% nælon og 10% brons stelína. Það er hún sem gerir hérna glitri. Stelína er svona bara svona glimmer þráður. Og þetta var fyrsta hespan. Mjög flott og í henn var ég alltaf með svona miða með númerunum. Ok, ég tróði nú bara hérna á núna. Og þessi hespa er 74% súri alpaka og 26% silki. Dásamlegt fluff. En ég náttúrulega gera aldrei neitt á mínum. Ég skal reyndar viðurkenna það að ég tók frá 2 fyrir mig núna. Ein sem fer í svefninuna, svona, og ég ætla að prjóna með sokka á henni. Ég er að hugsa að senda hana til Helgu í sokkasnákavélina. Ég er ekki búin að vera að rembast, þú veist, ég vil bara prjóna alla mína sokka sjálf. En ég mun prjóna hælinn og hérna, tá og straff. Og mér bara langar að eignast miklu fleiri sokka því að þetta eru bestu sokkarnir og ég bara gengi svona sokkum alla daga núna. Ég vil bara ekki sjá neina aðra. Þannig að Helga mín, þú átt von á sendingu af fullta hespum í sokkasnákavélina. En já, er þetta þá ekki bara að verða gott í dag? Ég held að ég sé búin að blæðra allt og lengi. Ég er búin að fara yfir það sem er á prjónunum, ég er búin að fara yfir það sem ég er búin með, ég er búin að fara yfir það sem ég verslaði, prjónatengt. Já, og hvað mér langar að prjóna framöndan. Heyrðu, þessi þáttur skrifast allur á heilaþoku og ég lofa því næst ætla ég að vera með nótur. Ég hef ekki gert það hingað til en ég held að það sé alveg bráðnauðslegt fyrir svona gemsa eins og mig. En mér langar bara að biðja ykkur að njóta aðventunar. Það er ég að gera. Mér finnst aðventan mér skemmtilegasti parturinn af jólunum og hér er ekkert stress. Við erum búin að skreyta við mæðgur og barnaböndin
skreytum ekkert neitt rosalega mikið, en við erum með svolítið mikið af ljósum, bæði úti og inni, bara svona hvítar fallegar perur. Við erum með jólatréð fallega skreytt og svo er svona ákveðið jólaskraut sem á sinn stað og fer alltaf upp, en það er engin ofgnótt og þetta er bara svona kósí og dásamlegt. Og mér finnst dásamlegt að jólatréð sé komið upp. Ég er náttúrulega alin upp við að það fari ekki upp fyrir 23. des, en dóttir mín er svo ævintýralega mikið jólabarn að við höfum alltaf skreyttað fyrr og núna skreyttum við á föstudaginn, var ekki 7. desember þá, og það var bara dásalegt. En ég er hætt í dag og aldrei veit hann ég komi kannski með einn þátt fyrir jól eða milli jól og nýjárs. Annars sé ég ykkur bara á nýju ári og þakka frábæra móttökur og já, bara takk fyrir mig í dag. Bye! Það var nýtt setup hjá mér núna sko. Það er ýmislegt sem... Þetta er sem sagt standur minn fyrir síman. Sleifin heldur símanum sko. Já, þetta er ægilega próf hérna sko.